Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað er komin Ari Logn frá samtökunum Rauðu regnhlífunni sem eru samtök fyrir fólki í kynlífsvinnu. Vertu velkomin. Ekki komið fyrsta sinn, en er það koma svona svolítið ánægilegu tilefni. Það var frábæra ráðstefna hef ég heyrt síðustu helgi og hefur svona umræðan sem skapaðist í kjölfarið hefur verið bara ansi hliðholl ykkar málstað. Kannski byrjum bara á að ræða aðeins það sem fór á ráðstefnunni sjálfri. Yes. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða okkur. Ég sé alltaf okkur út af samtöku. Ok, takk fyrir að bjóða mér. Og þess að ráðstefnan sögur kynlífsverkafólks og opinber stefna. Þetta var fyrsta ráðstefna kynlífsverkafólks og þolendavændis á Íslandi. Og hún átti sér stað í Norræna húsinu sem að Norræna húsið er búið að vera magnað, ótrúlega flott, fagleg, hjálpsamleg, stuðningsrík, bara, það var ógeðslega gott að vinna með þeim. Og við vorum bara, við lítum á okkur sem rosa heppin að Norræna húsið, var til í þetta með okkur. Og þetta er náttúrulega það sem að Norræna húsið stendur fyrir, það voru pallborðsumræður með fólki frá Svíþjóð og Noregi og Íslandi. Það er svona samnorrænt dæmi sem að fellur svo vel inn í það sem Norræna húsið snýst um. Og við í rauninni byrjuðum á svona aðalfyrirlestri aðgengi að lýðheilsu í rauninni, aðgengi að heilsu og áhrif sænsku leiðarinnar á lýðheilsu í samfélaginu. Og það var hún Birna Gústafsson Magnúsdóttir sem er með MS í lýðheilsu og hún er lýðheilsufræðingur. Hún sem sagt talaði afleiðingarnar sem lögin hafa á heilbrigðis outcomes í rauninni fyrir kynlífsverkafólk, þolendur vændis og þolendur mansals og hvernig lögin geta svona stigið fyrir það að fólk fær stuðninginn og aðstöðuna sem þau þurfa og þjónustuna sem þau þurfa. Og er það, og lýðheilsa það er náttúrulega mjög svona breytt hugtak, það getur verið bara vegna sálrænsvanda og það getur verið líka bara vegna líkamlegra kvilla og kynsjúkdóma og annað slíkt. Af því að fólk heldur kannski að þetta snýst bara kynsjúkdóma. En kynlífsverkafólk eins og allir aðrir eru heilar manneskjur með heildrænar þarfir, þannig að þau þurfa líka, allar hinar þjónustuna. Og þetta var magnaður aðalfyrirlestur hjá henni. Svo var pallborð, þar sem við ræddum sögur kynlífsverkafólks, við fórum aðeins inn í áhrif lagana og það sem að samtökin eru öll að gera, það er Pjón frá Noregi, það er Red Umbrella Sweden frá Svíþjóð og svo er Rauða regnhlífin á Íslandi, Red Umbrella Ísland. Og þetta er allt samtök sem eru frontuð af fólki sem hefur reynslu kynlífsvinnu, fólki sem upplifir sig þolendavændis og fólk sem eru þolendur og þolendur mansals. Og fólkið sem að upplifar sig sem kynlífsverkafólk, það hefur svo far ekki verið mikið í umræðinni. Við tölum brotaþolavændis, við tölum mansal, en það er mikilvægur vinkill að fara líka inn í kynlífsvinnuna því að þetta er allt þarna. Þetta er allt til staðar. Það er fólk sem að lítur á sig sem kynlífsverkafólk, það er fólk sem lítur á sig sem þolendur vændis og fólk sem lítur á sig sem þolendur mansals. Og þetta fólk fyrirfinnst allt í samtökum
kynlífsverkafólks og þolenda vændis sem eru stjórnuð af kynlífsverkafólki, þolenda vændis en það er sem sagt Píon frá Noregi og Red Umbrella og allt þetta og við vorum í rauninni bara að spjalla raunveruleikan okkar og mikilvægi þess að heyra allar þessar raddir frekar en að einhver annar tali þetta fólk eða þennan hóp eða þessa hópa að hópanir fái sjálfir að tala og það er svo mikilvægt að því það væri absúrt ef að til dæmis það mætti ekki tala við hinsegin fólk, það mætti bara tala við gagnkynhneigt fólk hinsegin fólk. Þú veist, þá getur hinsegin fólk ekki verið bara eitthvað, hæ, ég er manneskja. Þú veist, alveg eins og við erum öll bara eitthvað, hæ, ég er manneskja. Og svo tók við, sem sagt, listakonan, heimildarljósmyndari Íselín Kristjansen frá Noregi. Hún sem sagt kynnti verkefnið sitt sem heitir Conversations on Sex and Work. Og þar talar hún við alla þessa flóru og fær sögur þeirra, tekur mynd í dagsbirtu á þeirra forsendum. Þannig að þú veist, ef þau vil ekki sína andlit, þá er það all læg. En þetta er tekið í dagsljósi til að því þessar mýtur og þetta gamla þreytta svona, maður sér bara aftana. Þú veist, það er að taka það í burtu. Að því að við þurfum að geta talað þetta í dagsljósi og þetta var svo öflugt og hún sinnir þessu verkefni með svo miklum professionalisma, þú veist, hún er svo fagleg og hún fær sögur fólks og presenterar þær eins og fólk vill sjálft vera presenterað. Þú veist, hún leggur áherslu á samvinnu og virðingafulla, þú veist, umfjöllun sem er magnað. Þú veist, og mikilvægt að því að skiptir ekki máli hvernig þú skilgreinir þig, þú átt skilið virðingu, þú átt skilið skilningu, þú átt skilið að líða eins og einhver actually like þeim er ekki sama söguna þína. Sagan þín er mikilvæg og það var svo öflugt að horfa á kynninguna. Og svo svaraði Íselín og Lilith sem eru frá Píon sem tók þátt í heimildaverkefninu. Þær svöruðu spurningur úr salnum. Voru margir í sal og fín mæting? Já, okkur fannst það mættu. Og voru þetta mikið af fólki í kynlífsþjónustu eða þolenda vændis sem komið hana eða var þetta meira svona kannski svo, ég veit ekki, pólitíkusar eða eitthvað svona fram á fólki í fjölmiðlum? Þetta var bara mega blanda. Já. Þetta var góð blanda. Það voru þingmenn, það voru fólk frá félagasamtökum og réttindabaráttusamtökum. Það voru, þú veist, það voru geðlæknar, sálfræðingar, öll þessi flóra, heilbrigðisstarfsfólk. Það var almenningur, það voru bara svona aktivistar. Afsakið, þetta var fjölbreytt flóra sem mætti þarna. Já. Við höfum auðvitað talað hér áður svona ykkar starf og þetta en það sem er eiginlega alltaf svona bitbeinið í öllu samtali er þessi sænska leið og afglæpavæðing versus svo lögleiðing sem er ekki sem hluturinn. Og ertu til í að útskýra kannski aðeins svona ykkar reglífarinnar stans á þessu? Auðvitað. Sko, við sjáum að í lögum sænskuleiðarinnar eða þú veist bara í löguna sem fylgja sænskuleiðinni á Íslandi að það er til dæmis refsivert með sekt sem að við höfum heyrt tilkynnt til okkar upp í 100.000 krónur eða 6 mánuðir í fangelsi fyrir að auglýsa kynlífsþjónustu. Þannig að
við erum á móti því. Það innan í sænsku leiðinni. Þetta auðvitað það sem að gerist hérna fyrir norðan, fyrir ekki svo lengur síðan, þegar lögregluþjónar þar tóku kynlífsverkafólk þar, vegna þess að það hafði verið að auglýsa þjónustu inn á einhverju vefsíðu. Þeir tóku líka launin þeirra. Þau gerðu launin þeirra upptæk og það finna við það eða finna hræðilega við það þau gerðu launin þeirra upptæk en þau sögðu að við fundum enga kúnna en þau sögðu að þeir hefðu þau hefðu nægan grunn til þess að í rauninni gera grein fyrir því að þetta var hagnaður vændis. En engir kaupendur komu til sögunar. En það ekki ólöglegt að selja þjónustuna. Þannig maður velti fyrir sér bara hvernig í ósköpunum gengur það. Og það sem þetta gerir þegar laun eru tekin eða þegar sektir eru gerðar þá hefur það þau áhrif að þú þarft að fara aftur með minna öryggi og gera upp peningin sem að lögreglan tók. Ég meina, ef að lögreglan myndi taka af mér launin, þá var ég ansi vondum málum. Ég myndi hérna, þú veist, missa heimilið og hérna, þannig að maður velti fyrir sér sko, hérna, þú veist, þetta er gert og með svona sektaboð og annað. Þetta auðvitað heldur fólki í svona fátækrafangelsi bara. Nákvæmlega. Og þú veist, fátækt kjarni málsins þegar við erum að tala stuðning fyrir fólk sem vill hætta. Til þess að fara í allt aðra átt hérna. Þá fátækt og að uppræta fátækt, það kjarnin að því að enginn á að þurfa að gera eitthvað sem þeim vilji ekki gera. Hvað sem það hvort sem það kynlífsvinna eða þrif eða, þú veist, mér alveg sama. Að vera sjómaður, whatever. Ef þú vilt ekki gera það, ef þú getur ekki gert það og meikar það ekki, það áttu ekki að þurfa að gera það. Þú átt að hafa valið um að einhvern veginn ganga inn í einhvers konar starfi í samfélaginu og það sé bara nóg til þess að náir endum saman. Þú þurfir ekki einhvern veginn að þú átt ekki að þurfa að gera neitt sem þú vilt. Já, einmitt. Og bara þú veist, það svo mikilvægt að tala fátæktina og hvernig við þurfum, þú veist, við berjumst fyrir borgaralaunum af því við sjáum það sem eina af leiðunum af því að þá geturðu sinnt þínum grunnþörfum fyrir húsnæði og mat og öllu þessu án þess að þurfa að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera. Og snýst, þú veist, já, þetta snýst að hafa val. Já, svo þetta er smá tangent. En það þetta, en ég hérna ánins ætla að fara neitt eitthvað í saumana á því en ég tók eftir því að Drífa Snædal sem forsvarskona Stígamóta. Hún svona sá tilefni til þess að stinga niður penna í dag í kjölfarið að þeir svona jákvæðu umræðu sem að hefur verið og í kjölfar þessar ráðstefnu og svona hún sér hlutir ekki alveg með sömu augum. Hún talar að Stígamót eigi mjög erfitt með að viðurkenna kynlífsvinnu sem einhvers konar val og þetta séu allt þolendur. Það eru vissulega þolendur og það eru margir sem að gera ekki val og þess vegna gerum við greinarmun á milli þolendum vændis og kynlífsverkafólki að því að kynlífsvinna og kynlífsverkafólk, þetta snýst samþykki, þetta snýst að gera ákvörðun, meðvita ákvörðun. Auðvitað hægt að vera undir neyð kapítalisma, það hægt að vera undir neyð þriðja aðila, þú veist, og þetta allt sem við þurfum að tala og það mikilvægt að tala þetta. En við buðum Drífu á ráðstefnuna og hún kom og það var æðislegt og mikilvægt að hún kom. Við ræddum saman mikilvægi úrræða sem veita stuðning til þess að fólk geti hætt og ætlum við að funda
við þau tillögurnar sem að við höfum tekið saman frá þjónustu notendum okkar og meðlimum á næstu vikum, bara að því að þjónustu þegar okkar eða þú veist notendur, þjónustu notendur, meðlimir þau hafa mikilvæga innsýn inn í þetta. Þú veist, ef þú vilt að hætta eða ef þú þyrftir að hætta, hvað myndir þú þurfa? Þetta, þú veist, það á að vera grunnurinn. Ég held að sko, eins og ég hugsaði sko, að því ég las þennan pistil þá hugsaði ég svona, já, þú veist það svolítið verið að bera saman epli og appelsínur hérna. Það verið að bera saman annars vegar fólk sem að verður fyrir ofbeldi og síðan verið að bera saman fólk sem að sátt akkurat þá við það sem það að gera burt sér frá því hvað kann að vera í framtíðinni. Þannig að við einhvern veginn getum ekki verið svona, og ég hugsaði svona, já, þú veist, við getum kannski ekki verið spámenn í lífi þessa fólks sem í kynlífsþjónustu. Algjörlega. Heldur þurfum við bara að bera virðingu fyrir þeim stað sem það á akkurat núna og búa til umhverfi svo að það geti ýmist hætti eða haldið áfram. Einmitt. Og það sem okkar finnst svo mikilvægt að sorry, hvað? Já, bara þú varst að segja eitthvað, ég datt alveg út. Já, það bara mjög eðlilegt. Það sko Drífa sammála það einmitt að umræðan verður auðvitað ekkert leyst bara með bara einhverju þú veist, einhverju pennastriki eða eitthvað svona, en þetta sé lifandi umræða og það sé fólk með alls konar skoðanir en hún mikið stuðningsmaður þessarar sænsku leiðar og hún talar nú reyndar að þegar sænsku leiðin komið á hérna fyrir 20 ára síðan þá hafi verið sko átt að koma í kjölfarið svona ýmislegt annað. Einmitt og stuðningur mikilvægur og hann þarf að vera á forsendum þeirra sem að sæki hana því að annars gerir hann ekki neitt, þú veist. En þetta snýst, þú veist, umræðan sem að við erum að reyna að eiga ekki, þetta val, þetta valdeflandi, þetta hamingjusamast að vinna í heimi, það að hvort sem þetta valið ekki, hvort sem þetta valdeflandi eða ekki, hvort sem þetta hamingjuleg vinna eða ekki, það skiptir ekki máli. Það skiptir máli að það eru réttindi, það stuðningur og það skilningur og virðing innan kerfa og samfélagsins. Að því að fólk þarf ekki að vera hamingjusamt til þess að vera að gera eitthvað eða eiga skilið réttindi eða eiga skilið aðgangað réttlæti í réttarkerfinu okkar. Þau þurfi ekki að vera hamingjusöm eða valdeflt eða whatever. Þú veist, þessi krafa ekki gerð í neinum öðrum og neinum öðrum starfsvettvangi að mér vitandi að það sé rosalega valdeflandi að vera í vinnunni og það sé óbúslega maður sé alltaf rosalega hamingjusamur í vinnunni af því að ég meina meira segja bara hér við rauðaborðið grútleiðist okkur alveg stundum eða eigum vondan dag bara eins og allt annað fólk þannig að ég held að það sé líka bara mjög eðlilegt að kannski hætta að gera þessar kröfur að kynlífsverka fólk sé alltaf 100% sátt við það sem það að gera. Einmitt. Og frekar fókusir á að þau hafi svona réttindin sín megin. Já, og lagalega, þú veist, þau eigi ekki að vera glæpavætt fyrir að selja eitthvað sem á að vera afglæpavætt hérna á Íslandi. Það á að vera afglæpavætt að selja, glæpavætt að kaupa, það eru lögin núna. En að ef það kemur með þessum fylgikvillum sem glæpavæðir fólk, sem að eru skilgreind í lögum sem brotaþolar, það skrítið.
Já. Og það er kannski líka að gera það svolítið erfitt bara einhvern veginn fyrir fólk að svona, ég standa fyrir máli sínu ef eitthvað ég kemur upp á og annars slíkt. Þú viltu þetta ekki svona, ég myndi glæpa væða sjálfan þig eða varpa sök kannski á þig sjálfan eða eitthvað sem þú þekkir. Einmitt. Og við vildum líka koma því að stígamót fyrir fólk sem hefur upplifað kynferðisofbeldi og þau sinna þeirri þjónustu á magnaðan hátt. Þau koma með ráðgjöf, sálfræði aðstoð, alls konar upplýsingaherferðir, fræðslu til barna. Þetta eru nauðsynlegar þjónustur. Og þær eru mikilvægar. Og þau hafa verið að gera þessa þjónustu í langan tíma og þau tala af sérfræði þekkingu sinni reynslu fólk sem leitar til þeirra. Af því að þau sem leita til stígamóta eiga að hafa rödd sem talar þeirra mál sem að tekin mark á. Og við í Rauðu regnhlífinni, við tölum reynslur þeirra sem leita til okkar með okkar sérfræði þekkingu til þess að passa að þeirra raddir fái áheyrn. En þetta tvennt getur nefnilega alveg farið saman og ég held að sé svolítið mikilvægt að því að sko, nú veit ég ekki hvort að það hafi endilega verið ætlun drífu eða stígamóta yfir höfuð en þetta svona virkar svolítið svona hvasspistill í svona, ofan í þá umræðu sem hefur átt sér stað í vikunni. Ég meina, hér hafa, hinir ýmsu lagt til margt gott í máluna. En þetta var svona, þessi svona íhaldsamari. Og í því samhengi þá hugsaði ég mitt að því að stígamóti þessi ofboðslega mikilvæga þjónusta. Þá má stígamót ekki virka útilokandi fyrir neina hópa og ég held að það sem að stígamót kannski megi allra síst gera að varpa skömm á það fólk sem að tilheyrir kerfinu sem að bara allt líkandi. Einmitt. Nákvæmlega. Og þannig að eitt sem ég finnst líka mikilvægt að bæði samtök Stígamót og Rauð regnhlífin, við fáum til okkar fólk sem talar að vera þolendur vændis og kynlífsverkafólk og auðvitað þolendur mansals. En öll þessi flóra leitar á báða þessa staði og það er mikilvægt að báðir staðinir eru til staðar að því að við tökum aðeins ólíkan pól, þó að þú veist þetta sikur þjónustan í rauninni, eitt heilbrigðisþjónusta og hitt svona heildræn stéttafélags þjónusta. Einmitt og jafningastuðningur og svona meiri svona social viðburðir og svona en við, þú veist það sem stendur fyrir mér að við erum sammála svo margt. Við erum sammála þannig að gerist ofbeldi. Við erum sammála að allir sem að vilja og þurfa eiga að geta hætt. Þau eiga að fá húsnæði, þau eiga að fá framfræslu, þau eiga að fá sálrænan stuðning til þess að vinna úr þeim áföllum sem hafa gerst. Það eina í rauninni, eða þú veist, frá okkar sjónarmiði það eina, það stærsta sem að við förum í 2 áttir útfærsla lagana. Þau vilja í rauninni halda sænsku leiðinni nema þau vilja auka suma parta af glæpavæðingunni. Ekki svona, þú veist, svolítið problematískt að stígamót skuli vera með einhverja svona sérstakar skoðanir á lögum og lagasetningum í kringum skjólstæðinga sína? Sko, ég veit það bara ekki. Nei, ég ekki heldur. Ég er búin að vera að klóra mig svolítið í haustum af því að þetta svo ofboðslega mikilvæg þjónusta og hún verður að vera til og þetta svo ótrúlega magnastarf og okkur þykir öllum vænt stígamót og berum mikla virðingu fyrir því starfi sem það unnið. En maður veltir fyrir sér sko einmitt hvort að stígamót ætti kannski svona líkt og önnur heilbrigðis svona, hvað ég að segja? Úrræði? Já, úrræði. Kannski að vera minna pólitísk.
Ég veit það ekki. Við erum samt alveg rosa pólitískir öðreglífinni. En það er kannski, vegna þess að þjónustuna er annars konar. Sko. Já. Vissulega. Hún er ekki svona viðkvæm sálgeisla fyrir alla. Já, einmitt. Og algjörlega. Það er svona klínísk. Já, þú veist, klínísk sálfræði, það er, mikilvægur partur af heilbrigðisþjónustu, algjörlega. En mér langar að fara eins inn í, ef það er í lagi, kólumbísku konunnar. Já. Og mér langaði að ræða í rauninni það að lögreglan á Akureyri, þegar hún er að handtaka fólk eða sekta þau, þá er hún að framfylgja lögunum eins og þau eru sett fram. Þau eru ekki að þau eru ekki að gera mistök eða ekki framfylgja þeim rétt eða neitt svoleiðis. Þau eru eða að beita lögunum vittlaust eða eitthvað svoleiðis. Þau eru að beita lögunum eins og þau eru skrifuð. Akkurat. Og það er í rauninni lögreglun á höfuðborgarsvæðinu sem er ekki að fara samkvæmt lögum. Já, af því að þau eru ekki að fókusa skilst okkur á því að glæpavæða fyrir auglýsingar. Og þannig að tæknilega séð, þó að það er magnað því það þýðir að kynlífsverkafólk og þolendur mansals eru ekki að festast í það er ógeðslega erfitt að fá vinnu ef þú ert með kynferðisglæp á sakaskrániðinni og þetta er kynferðisglæpur, það er absúrt. Þannig að þannig að þau eru vissulega að framfylgja lögunum. Þetta er svo skrítið, þetta er svo akkurat. Og þetta, af því að þetta mál kemur upp og það vakti reiði og hneykslan og fólk var svona sammála þetta hefði verið skrítið og svona beindi sjónum sér svo litið að þessum lögreglumunum sem að tóku þátt í þessari aðgerð og svona, hvað er það eiginlega að hugsa? En þetta eru rauninni þeir einstaklingar sem eru að framfylgja lögunum eins og þau eru skrifuð. Og þannig að það hlýtur að vera eitthvað að lögunum, þá hljótum við að vera alls sammála það. Einmitt, og við viljum þolendavæn lög. Við viljum lög sem að miðsetja öryggi fyrir kynlífsverkafólk og þolendur vændis og þolendur mansals. Að því þolendur mansals lenda oft í kynlífsmansals. Að því þau hafa ekki vinnulöggjöf til þess að vernda sig. Þannig að það sem gerist fyrir þau er að þau eru brottvísuð. Já, einmitt. Aftur í einhverja aðstæður sem að þau voru að reyna kannski að flýja úr. Og við þekkjum þetta fjölmörg dæmi vegna þess að við höfum starfað saman og öðrum vettvangi í sjálfboðaliða samtökum fyrir flóttafólk. Það eru fjölmörg dæmi nákvæmlega þetta. Já, nákvæmlega og það er svo sárt og brútal að sjá ríkið í rauninni gera þetta að brottvísa þolendum mansals þegar við berum ábyrgð, við erum inn í alls konar við erum í Sameinuðu þjóðunum, við erum í öllum þessum svona samningum og svona og okkur ber skylda að þegar þolendur mansals koma til okkar við eigum að grípa þau. 100% þolendavæn lög. Akkurat. En það er eitt sem ég langar að spyrja þau úr pislidrífu og líka bara almennt þá ég hef séð þetta víðar. En það er svona þetta að það fólk sem að hættir í kynlífsvinnu og að það sjái óbúslega eftir því sem að gengið hefur á og það breytist einhvern veginn svona þeirra skynjun á því sem áður var einhvern veginn, sínu fyrra líferni og lífi bara á vinnumarkaði
já, það hægt að kalla þetta vinnumarkað, ég veit ekki, hérna, á meðan einmitt að það ekki skilgreint sem vinnumarkaður. En allavega, Iðnaði? Já, iðnaði. Þannig að þetta ykkar tilfinning? Fólk almennt í þessu að sjá eftir? Sem svona representative frá Rauða regnhlífinni, þá get ég sagt að það eru alveg bara furðulega margir sem að leita til okkar sem að gerðu seldu vændi eða kynlífsþjónustu fyrir mörgum árum og tala sig sem, þú veist, fyrrverandi kynlífsverkafólk. Ég er meðal þeirra. Ég tala mig sem fyrrverandi kynlífsverkamannesku. Það eru hvað? 8 ár síðan ég hætti að selja kynlífsþjónustu í persónu og hugmyndina mínar hafa ekki breyst. Hugsanir mínar reynsluna mína hafa ekki breyst og við sjáum þetta svolítið mikið í Rauða regnhlífinni. En vissulega er fólk sem lítur tilbaka og líður illa og fannst þetta ekki vera eitthvað sem þau vildu gera. En það er þá kannski munurinn einmitt að það fólk... Það er rými fyrir bæði. Já, akkurat. Það var fólk sem var aldrei sátt í því sem það var að gera. Einmitt. Og þau eiga að hafa aðgang að allri þeirri stuðningsþjónustu sem að þau þurfa. Akkurat. Og líka mér langar kannski að segja að kynlífsverkafólk getur líka verið þolendur ofbeldis en samt skilgreint sig sem kynlífsverkafólk. Því að það eru þetta ekki partur af hvað við segja, þessum iðnaði er ekki eðlilegur, eða ætti ekki að vera eðlilegur partur að vera beittur ofbeldi. Ofbeldi á ekki að vera eðlilegur partur af neinu. Nei. Og að hann skuli vera það er stóra vandamálið. Það er það. En við þurfum að uppræta það. Akkurat. Ari Logn, takk kærlega fyrir að koma og fara yfir ráðstefnuna og svona þetta helsta sem hefur verið í umræðinu kynlífsverkafólk. Við sjáumst nú örugglega bara mjög fljótlega aftur. Auðvitað, bye. Og tökum við það meira hér handa við auglýsingar. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.